svona erfiða fyrstu hálftímann, hvað var í gangi? Nei, við bara mættum ekki til leiks, við vorum ekki með neina orku, vorum ekki að gera það sem við lögðum upp með og það var refsaðir okkur, þannig já. Hver er svona aðalega, hver er munurinn og hvernig þið komið inn í fyrri hálfleik og seinni hálfleik, hvernig sér þú það? Þú veist, við náttúrulega fáum hana mark rétt fyrir hálfleik og það gefur okkur ekstra orku. Í byrjun leiks þá erum við bara á hælunum, við erum ekki, samskiptin er ekki til staðar, hluti sem við töluðum fyrir leik og vissum að þær myndi koma með, voru hlaupað upp í línu og samskiptin voru þær ekki þar og við vorum ekki að taka ábyrgð, þannig þá gerist þetta. En í seinni hálfleik þá erum við bara alltaf annað lið og við sýnum hverju við erum, þannig að það var ótrúlega mikilvægt. Sjálfsmark á ykkur eftir bara nokkur sekúndur, hvað svona fyrir gegnum hausinn eða það? Þú veist, þetta er skítamark og svona gerist en þetta er bara pirrandi út af því mér fannst við koma vel inn í bara þessar fyrstu sekúndur, voru góðar, við náðum pressaðar, þær fara aftur á völlinn og síðan vinnum við boltann og maður fær svona góða tilfinningu en síðan gerist þetta og það var bara shit happens, við erum bara að halda áfram og mynda að fá bara stórt kredit fyrir það að ná að stíga upp út af því, já, þetta er algjör óvopni. Kannski einmitt jákvætt, hvernig þið svaraði þessu sjálfsmarki? Já, mjög jákvætt, við þurfum að taka það út úr þessu, við gáfumst aldrei upp og við vorum alltaf vissir það að við myndum koma tilbaka og já, Dagný og myndi að koma ótrúlega sterkar inn í þetta líka og líka þess að koma inn á í seinni hálfleik, þannig að þetta var bara mjög jákvætt. Manni fleiri í 20 mínútur, er ekki svolítið svekkjandi samt að ná ekki að stela sigurinn? Jú, ótrúlega svekkjandi, við áttum að vinna leik, við fengum fullt af færum og síðan þurfum við bara að skoða hvernig við getum skorað meira þegar við fáum svona mikið af færum og já, mikilvægt að við náðum að nýta fyrstu leikatriðin í dag, það var ótrúlega mikilvægt fyrir okkur en já, svekkjandi að vinna ekki. Noregur og Frakkland eftir síðar í vor, hvernig bara leggst framhald í þig? Ég er ekki alveg búin að hugsa þetta en núna fengum við 2 stig úr þessum glugga og það þýðir bara að við þurfum að vinna Noreg og Frakkland, þú veist, ég er ekki alveg búin að reikna þetta en við ætlum allavega bara að vinna, við þurfum sigur. Við ætlum ekki að fara í gegnum riðlakeppni á þess að vinna og já, ég held við verðum bara ennþá hungraðir í sigur næsta verkefni. Takk.